Hvernig býð þetta til með skjá? Operator screens. Þessi takkarinn á vinstra megin, S0, það takkar eða bara textabar? Já, þegar við byrjum á því að útbúa þessa stýringu hérna, þessa skjáinn, þá förum við allra fyrst í að hægri smella á operator screen og smella á new screen og segjum OK á það og ég ætla aðeins að hafa hérna fleiri og þá loka öllu á öðru sem ég þarf ekki að hafa svona og þá er ég með þetta svona þessir S0, S1, S2 og svo framvegis þetta eru push button þetta er ekki textabox heldur, þetta er push button og sem sagt í verkefninu sjálfu sem er hérna þá hef ég verið að raða þessu hérna þannig að þetta sé þarna fyrir ofan það er til lagi ef þið náið því fyrir ofan ljósin sko ég var að hérna það er alveg hægt að færa þetta í heilu lagi líka á eftir fyrir ofan en þetta er bara spurning hvernig plássið verður á skjánum það er ágætt að hafa þetta í einum dálki eins og í verkefninu til þess að við getum haft svo flæðritið til hægri þannig að við getum tekið einhverja myndir eins og í verkefninu á eftir við tökum mynd þegar að 1 af mótornum í gangi, VAF3 og VAF4 og svo framvegis þannig að hérna er neðst í þessum lista hérna hvaða myndir við ætlum að taka og þá er ágætt að hafa sem sagt bæði sko þennan skjáopinn og flæðritið þannig að það er gott að hafa þetta allt í hérna svona mjóum skjá þess vegna væri hægt að færa þetta hérna fyrir ofan ljósin sko en ok, þá förum við þegar við erum búin að hérna útbúa push button þá þarna tvísmellum við á þetta þegar við erum búin að búa til svona kassa utan með þetta og smellum hérna á 3 punkti til þess að ná í hérna S0 straumskynjun. Það virkar bara ekki hjá mér núna í augnablikinu, það er eitthvað sambandsleysi við gagnagrunnin en þá myndi ég ná í hann hérna í gagnagrunnin S0 Þá til þess að gera það, þá þurfum við að sem sagt, þá þurfum við að skrifa hérna í textan S0 straumskynjun, skilur við. Það þarf ekkert að vera að skrifa nákvæmlega svona eða? Nei. Þetta er rauninni bara skraut, þannig að við getum sem sagt sett það sem við viljum hérna. Og á þetta að vera við latsín og allt? Já, þessi hérna straumskynjunin, hún þarf að vera við latsín. Vegna þess að þegar að mótorinn sem sagt fyrst er að fara í gang að þá er ómikill straumur en síðan þegar að straumtakan er komin niður fyrir eitthvað ákveðið mark þá þarf þessi rofi að vera stanslaust inni og þess vegna þurfum við að hafa við latsing. Og allir við latsing? Ekki allir, sem sagt það er hérna start, hann er ekki og stopp, hann er ekki allir hinir Start og stopp ekki með latsing? Já, start og stopp er ekki við latsing hinir þurfa að haldast inni og hérna Hvað er SK lokuð? Já, skilvinda lokuð, það er öryggisrofi sem að bara skynjar það hvort að skilvinda sé lokuð. Þú vilt síður setja skilvinda í gang þegar hún er opinn, eða ekki? Nei, ég veit alltaf að hann er plussan í gangi Galopinn. Já, þá fer hún upp í gegnum stýrishúsgólfið. Það er bara gaman. Já.
Ljósin eru sem sagt textabox til að sjá VAF1, VAF2 og svo framvegis og til þess að verði breyting á lit að þá er það venjulegur kassi, skilurðu? Já. Þannig að bæði texta og Já, bæði textabox og venjulegt box. Það er sem sagt stórt A, lítið A, búið þar til kassa, sjá, svona. Lagur, hvað er það? Lágur, eða sem sagt, það má vera sér íslensku stafur þar, sko. Lág. Já, já. Það væri hægt að skrifa þess svona Lár er bara stygging af lágur síni. og síðan þetta er svo textabox, mótor og síðan setjum við venjulegan text venjulega kassa yfir og til þess að breyta lit. Ég held að hann sé kominn hérna, já, hann er kominn hérna og þá þarf ég að fara í Animation og velja Animated Object og ná þar í gagnagrunninn, akkurat það sem að ég næ ekki alveg í augnablikinu og þá myndi maður bara ná hérna í M1 sko og eins og er hérna sem sagt þennan hérna, þessi er valinn sem M1 og þar þarf að merkja bit 1 og síðan í drawing þá þyrfti ég að smella á grænan ef við viljum láta hann verða grænan Kannski getur við bara líka fyrst og Nei. þá er það allt saman komið sem sagt. Er þetta vaffráður sem búið til eða afljósið? Já. Og sem sagt næsta ljós eins og VAF2 þá fer ég aftur í eða ég get búið til sem sagt, eins og VAF1 alveg sem sagt herpt eftir honum VAF1 og tekið bara afrit af VAF1 og haft VAF2, 3 og 4 alveg eins. Hefur að tengja þá við eitthvað? Sem sagt, sko ekki textabóksið. Textabóksið er náttúrulega bara eins og það á að vera. Eins og hérna VAF1, ef við byrja á því. Ég miðja það og ég stækka það kannski hérna upp í 20. Sé hvort að það sleppur inn. Já, það gengur. Og ég tengi hinn kassan við. Sem sagt, eins og hérna. Hér var kassi undir og þá smelli ég á Animated Object, 3-punktinn og þá næ ég í VAF1, skilurðu. Hvað skrifa inn í þetta textabók? Sko inn í textabóksið, þegar þú nærði í það hérna, stórt A, lítið A, skilurðu, þá kemur hérna texti, stendur hérna text og þú tvísmellir á kassan og þá skrifar það sem stendur text, þar skrifar það texta inn, sko. Hérna höldum við áfram með og setjum inn reglinn, það er sem sagt control, við látum þetta heita hérna, þetta kallað function block diagram, þá hægri smellum við hérna á logic og búum þar til new section og veljum þar FBD og látum það heita control. Það er new section. Já. Logic. Sem sagt, undir logic og hægri smella það og velja þar new section, skrifa þar control og OK á það. FBD. Já, það er function block diagram FBD. Invalid identifier. Skýra þetta eitthvað eða?
Já, það má heita reglir, það má heita control. Samkvæmt verkefninu þá nafnið á þessu control, það skiptir ekki máli hvað heitir sko. Það er bara að sé ekki sér íslensku stafur á þessu heiti. Og á eftir þá búum við til filter. En ég get líka minnka þetta aðeins niður þess vegna og ná í og útbúið aftur sem sagt undir logic, hægri smetta á logic aftur til þess að búa til hinn new section og það er aftur FBD og ég skrifa filter. OK á það og þá hef ég filter þetta fyrir neðan. Eins og það kemur. Það var ekki líka. Já, það er líka function block diagram. Já, hægri smelli á logic og fer í new section. Akkurat. Allt í lagi. Og sem sagt í control, vel að hef það merkt, þá fer ég í hjálpar takka input assistant, smelli á hann og þar skrifa ég inn það sem stendur inn í kassanum PI_B Í hvor? í control reglinum PI_B og sleppi þessu bara lyklaborðinu og þá ætti þetta að koma Þetta kemur ekki hjá mér. Nei, ég er ekki út á hluti. Þú var sem inn í filter. Það er ekki inn í control, sagði það ekki? Jú, inn í control Þá með það aftur. PI_B. Sko, þið velji Það kom aftur. Finnir eitthvað. en býtum við Það kom hjá mér þarna. Já, ok. Og þá kemur það inn í öruna og ég bara smelli þá inn. Þið sjáuð sko, það birtist ekki strax. Það kemur bara í músina, skiljið. Það er það sem að þið kannski áttu ykkur ekki á. Þið verða síðan að staðsetja það. Þá kom ekki neitt sko, en kom þá ekki neitt í þennan lista, ertu að meina það? Hann kom ekki á mér hann kom núna. Það kom núna, ok, allt í lagi. Það getur þurft að gera þetta tvisvar, 2 tilraunir. Sem að þú varst búin að smella á input assistant, var það ekki? Já. Og sem sagt, ef ég tek núna filterinn, ég hef búin að setja inn control, sem sagt reglinn í control, það er alveg sama aðferð, ef ég eftir að gera control og filterinn þar inn, og reglinn þar inn í, ef ég fer í filterinn núna, það er alveg sama aðferð og við að setja reglinn inn í control, að í filterinn þá merki ég hann þann kassa, fer í hjálpartakkan input assistant, skrifa þar inn, hvað er ég að skrifa það inn? Lag filter, það sem stendur þar skrifa ég inn lag filter. Getur verið að þú hefur ekki skrifað nákvæmlega lagfilter eða hvað? Skrifað bara filter. Já, það gæti hafa verið ástæðan. Já, það getur líka verið, ég bara ekki sé það. Einmitt. Því að það sem þegar maður er að leita svona, þá skrifar maður nákvæmlega það sem stendur inn í kassanum, ekki fyrir utan hann. Ég hélt ég hefði bara gert. Já, allt í lagi. Þá segi ég OK á það og það birtist ekkert strax. Það kemur bara í músina þannig ég get staðsetta á réttan stað og þá þegar ég smelli niður þá kemur það fram. Kannski þurfum við að endurtaka þetta til þess að þetta virki, en allavega það ætti að enda svona. Nú setjum við inn öll þessi heiti þá byrjum við á
á control eða sem sagt á reglinum PI reglinum og veljum hérna efsta takkan sem er PVAF og þá skrifum þar inn hiti undirstrik raungildi og hérna við smellum á græna takkan og Já, mér spyr hann create variable. já, create variable og þetta er real, þetta er type er sem sagt, þetta er rauntala það er hérna real og við bara hökum við græna hakinu hérna og samþykjum það og þá kemur það, fer það bara beint inn í gagnagrunnin skiljið og sjá hvort ég get stækkað þetta aðeins þessa mynd hérna Svo að gera hiti óskildi fyrir neðan bara. já svo búið til hiti ósk bara enga séríslenska stafi eða neitt svoleiðis hiti ósk Það er líka real. já Er þetta bara allt real? Nei, ekki alveg sjá Er þinn smanunum átafa, það er búl. já smell alltaf stað En þannig að á þetta bara alltaf að vera það sem kemur upp. Maður er aldrei að þurfa að breyta þessu. einmitt Á aldrei að breyta types, segir þú. nei hann kemur með þetta rétt Og það er bara ekki. Hvað? Það er ekki það. hiti parametrar loki valve er out Má ekki líka að gera þetta á hinu, eða? með lagfíldir, já þá erum við búin að setja inn það og þá er lagfíldir það er ekki verið inn, það er lokið valve það ætti þá að vera komið þá nægir það í þrípunktin lokið valve, það er rauntala líka mögnunin er 1.2 og lagtíminn er 20 sekúndur hérna þá setjum við þess að T tvíkross 20 S svona og smellum á græna hækið og þá er það útgangurinn hér þá hiti raungildi það er til þannig að ég nægi það í þrípunktinn hiti raungildi
Ég skrifaði þetta bara, er það ekki alltaf? Hiti raungildi á að vera komið sko, já en ef þú hefur skrifað alveg nákvæmlega eins, þá er það lagi. En ef þú hefur skrifað eitthvað aðeins öðruvísi, þá er það tvöfalt og þá virkar þetta ekki. Skilurðu? Hiti raungildi, því að þetta þarf að vera alveg sama merkið hér á útganginum, á lagfilter og hérna PVaf á reglunum, hiti raungildi. Alltaf, ég held að minn sýnist að það hafi verið bara í lagi hérna. Já. Því að ef þú bara tvísmellir á át hérna eða á PVaf og ítir á 3 punktinn, þá ættu að sjá að það er bara þrennt að velja sko. Já, hérna reyndar, sko, já þú þarft í rauninni líka að eyða þessu út. Já, ef það er bara eitt nafn þá, já, nei þú þarft að taka, hreinsa út úr línunni sem þú færð upp til þess að sjá alla möguleikana. En þetta er bara eitt og sama merkið, hiti raungildi, sem á að vera. Ég náði allavega eitt hjá mér. Já, það er gott. Þá ætti þetta að vera nokkurn veginn tilbúið nema að þegar að til þess að þetta myndi virka að þá þurftum við að fara inn í gagnagrunnin og svo, fara inn í gagnagrunnin og smella þar á plus á hitir parametrar. Því að það er þar sem að við í variables, það er þar sem að við setjum inn hérna value sem að kemur fram hérna fyrir neðan. Value og þá erum við með eins og það er 0 á PVaf INF. Í value. Já. Veitu, ég er aðeins að tínast núna. Já, sem sagt að til þess við þurfum að opna gagnagrunnin, þá smellið þið bara á þennan takka hérna. Já, ok. Sem er hægra megin við Project-browserinn. Já, 2 stöðum frá. Og hérna, svo smellir á plusinn á hiti parametrar. Ok. Og þá byrjum við að merkja hérna í PVaf INF. Þetta er lægra, low limit of process value. Og það er bara 0 þar, já. Og svo er það 100 á upper limit. Þess vegna notum við bara 0 til 100 á þessu öllu, bara einfalt. Og out SUB. TS, já, 1 mínúta. Skilur það? Það er ekki að skrifa 60 sig. Eða 60 þess. Já, það er það sama náttúrulega. Og við þurfum hérna mögnunin er þá bara 1 til að byrja með. Við getum haft minni mig að hæsta tölu í mögnunina 10 en ok, i-tíminn við getum sett það þess vegna í einhverja sekúndur sko í staðinn fyrir 1 mínútu eins og er þarna. Þá getum við skrifað hérna t-cross hvað að segja, við þurfum ekki þannig til að hafa 60 og svolítið lengi, við getum sagt að 30 sekúndur sko. Ég er að segja 0,5M, þannig að skilja það. Allavega við notum ekki kommu sko. Ég ætla að sé miklu betra að nota bara S til þess að þeir eru með sekúndur. Og síðan erum við með deadband hérna 0.25. Það er alltaf punktur í þessu. Punkturinn er út af við erum með decimal points í þessum forritum. Og þá ætti þetta að vera komið svona. Og þá þurfum við bara að skapa okkur pláss til þess að
útbúa skjámyndina og hérna ég hægri smelli hérna á Operator Screen, þið eru vendilega búin að gera það, bara New Screen til þess að útbúa reglin þar. Ég fæ meira pláss með því að loka hérna Project Browser og bara stækka upp skjáin hjá mér og svo hérna þetta var komið, þá ætlum ég að færa mig yfir í skjámyndina að minnka þetta smá Hvað er þessi næsti skjár? svona Já, reglur. já þar set ég inn sem sagt skjáin fyrir reglin. Ég ætla að reyna að hafa þetta bara eins stórt eins og ég get fyrir þetta og sko ég hef ekkert sérstakt nafn á honum, hann heitir bara skjár 1 hjá mér sko, sjálfgefið nafn að hérna það er ekkert nauðsynlegt að hann heiti neitt sérstakt þannig, ekki allavega í þessu verkefni því að þessu fáir skjáir, en ef þetta væri eitthvað stórt kerfi þá myndum við láta hvert skjá heita því nafni, þannig að maður getur hoppað beint yfir í réttan skjá. En núna útbúum við allar þessar merkingar. Er þetta bara textbox allt? Já, allar þessar merkingar eru textbox. Það gefur neinu lit eða neitt? Nei, engin litur. Smelli hérna bara á stórt að lítiða og útbý hérna merkinguna á þessu öllu saman. Þarf ekki að vera svona stórt. PI og það má líka vera bil sko hjá mér því að B og reglur. Ég segi þetta verður alveg 22 litur. Já. Og bóð með það. Já, ég var líka í 22. Aha. Og hérna þannig að við getum alveg lagað svo stærðina á kassanum eftir því. Hvað stóri kassi er þetta? Hvað er inn í honum? Það er línuritið. Já, PIB, kannski til að ég hafa undirstrykka því að heitir þetta sko, PIB-reglur. Ok, svona. Og þá er það hérna að útbúa rofana. Hérna, þetta er í rauninni sami hluturinn sem að hefur áhrif á þetta, auto manual, og þá næ ég hérna í push button og ég get haft hann svona greinilegan svona, ég þarf ekki að hafa neitt ekstra stóran þess vegna og ég vel hérna manual 0 auto 1 er þetta sem ég ætla að láta þennan rofa, hann stjórnar þessu. Ha? Er ekki with latching? Jú, hann er with latching, alveg rétt, því þá breytist líka táknið hérna, þannig að ég sjái í hvaða stöðu hann er, hvort hann sé tengdur eða ótengdur, inni eða úti. Og segi OK á þetta, tek afrit á honum, Ctrl+C, smelli út fyrir, Ctrl+V, þá byrjum við. Það er kannski að endurtaka það. Þarna kom hann. Og þá hef ég hann bara í sömu stöðu, svona já. Og ég ætla að lengja hann og setja texta inn í hann. Þannig að ég sjái hvað þetta er. Og ef ég skoða hérna aftur, þetta er Ctrl og þetta er manual 0 auto 1. Þetta var það sem ég var búinn að skrifa inn í reglin. Það kemur beint úr gagnagrunnum. Ég bý bara til kassa.
þá er það Ekki áfram. bara náða hlaupið mín í stúuna. Sko, Gerir það. síðan hérna til þess að hafa þetta jafn stórt þá bara, já, það fara hérna ég er á upptöku, þá þegar til þess að hérna hafa þetta jafn stórt þá tek ég afrit af þessum tveimur kössum hérna, copy og fer hérna á paste og fært bara hérna neðar. Þá get ég verið þar með mögnun, KP og aftur hérna paste. Ég smelli bara út fyrir þess að komið hérna og þá get ég haft þar sem sagt integral tími og þess vegna get ég haft hitt alveg til hliðar. Allavega hjá mér er nóg pláss til þess en það er líka hægt að hafa það hérna undir ef menn vilja það. Það er ekkert alveg bráðnauðsynlegt að hafa þetta en til þess að minnka hérna bara Ctrl F, við getum haft þetta hérna líka bara til þess að minnka í heild plássi sem þetta tekur þá get ég haft þetta svona. Þá bara breytum við hérna öllu og breytum við þessu hérna í mögnun, KP Settur bara venjulega kassa svona fyrir línur. Já, Bara venjulega, settur ekki í sama kassa og setja það undir. Nei, bara svona Sko, rectangle. ég fer bara hérna í rektangul hérna og bara bý til kassa hérna. Og svo til þess að hafa þetta jafn stórt og taki jafn langan tíma að birta og allt það í samhengi, þá segi ég sem sagt, þá tek ég bara afrit, Ctrl-C, smelli út fyrir, Ctrl-V, þá fæ ég alveg jafn stóran kassa. Bara til þess að breyta honum, þá fæ ég hann út fyrir, svo ég trufla ekkert annað. Og nú hef ég eftir að gera það allt saman, ég ætla að breyta öllu öðru, þetta er mögnun, svo kemur integral tími. Ertu búin að breyta Nei, ég er ekki búinn að breyta hinu, ég þarf að gera það. Og það er nauðsynlegt að hafa allt svona inn á upptökunni, sko. Síðan kemur hérna óskildi hiti, raungildi, já. Hiti, raungildi og síðan kemur hérna loki valf hérna, ok, og þá getum við farið að breyta þessu öll saman. Sko, óskildi, það var ekkert mál, hiti, raungildi, það er auðvelt að ná í það. Þá hérna eyði út úr línunni, næ í hiti, raungildi hérna, það er hér, ok, apply og ok. Og hérna loki valf, það er líka mjög einfalt, eyði þessu út. Loki valf hérna, ok, þetta er allt í lagi, þetta er apply, ok, en núna þarf ég aðeins að grafa dýpra, mögnun KP, fer í það, ég eyði út úr línunni og ég næ hérna í þrípunktinn og smelli hérna á plúsinn á hiti parametrar og þá leiti ég að KP. Hér stendur hiti parametrar KP, sem sagt proportional mögnunin hérna. Smelli á það og segi OK. Og segi bara apply og OK á þetta. Integral tími, þá smelli ég hér, eyði út úr línunni, smelli á þrípunktinn, smelli á plúsinn á hiti parametrar og leita að integral time. Það er þessi lína hérna, integral time og segi OK á það. Þá kemur það inni, þá er það bara type er tími, sko, það passar. Segi bara apply OK. Og þá bara línuritið. Ég
það er að smella á línuna hérna á kassanum til þess að ég merki hann alveg. Þá koma svona kassar í kring. Svona. Og þegar ég er búinn að velja fyrsta kassan hérna, þá annarkot tvísmelli eða hægri smelli og fer í Properties og ég ætla að hafa hérna óskgildi. Þá fer ég hérna í Animation, Animated Object og næ hérna í hiti óskgildi og segi OK á það. Og hér er Animation Type, ég þarf að velja það. Í Type, Trend Diagram og smelli á örna þarna hægra meginu við. Já, ég ætla að hafa bara svarta línu, allt í lagi, en ég ætla að hafa hámarkið 100, af því þetta er 0 til 100 í reglinum alltaf. Svo segi ég OK á þetta og bara apply OK. Og af því ég var búinn að hérna búa til nýjan kassa, þá ég get líka valið þennan kassa bara, haft hann valinn og sagt hérna copy og smelli út fyrir Ctrl Vaff svo til þess að síðan nægi í næsta, þá vel ég Animation og vel hérna gildi, eða eyði úr línunni, þetta gildi, óskgildi. Ég ætla að hafa næst hérna raungildi. Að hafa raungildið, hafa það bara rautt, hiti raungildi, smelli á það og það er svona Animation. 100 líka. Já, og þá þarf ég að breyta hérna í Animation Type í Trend Diagram, það er náttúrulega nú þegar valið og það er bara 100, það er búið að velja það, en hérna ætla ég að breyta litnum, ætla að hafa rauðan. Smelli á rauðan hérna og segja OK á það. Hvað voru að ná þér? Raungildi? Hiti raungildi, já, og svo var hérna, já, þetta var hiti raungildi og þar áður var hiti óskgildi. OK, færi þessa kassa saman og af því ég var með, já, síðan get ég ítt aftur á Ctrl Vaff og þá hérna fæ ég síðasta og ég smelli hérna á Animation aftur og breyti þessu fyrir lokan. Ég ætla að eyða út úr línunni og svo íti ég á þrípunktinn og hér er loki valve, vel hann, segi OK og smelli á Animation Type, þá fæ ég aftur Trend Diagram og þetta er 0 til 100 og það er allt í lagi, en ég ætla að hafa litin á því hérna grænan. Þarna hvernig að lokinn breytist. Svo smelli ég á bara OK, ég er búinn að velja græna litin á það, þetta er 0 til 100, allt er í góðu lagi og bara apply OK. Svo færi ég þennan kassa líka hér. En átti einn að vera ekki með neinu í eða einn svona kassi? Nei. Ég ætla bara að eyða út þessum kassa sem er hérna, sem ég setti hérna hægra megin af því að þá er ég búinn að gera eitthvað sem ég græddi á að nýta mér, eins og 0 til 100. Það er ég búinn að velja og þá kom það alltaf í alla kassana, ég þurfti ekki að breyta því aftur. Svo að nú ætti ég að geta sett í gang, sem sagt farið hérna. Þetta ekki grúpa svona? Nei, í rauninni, ég þarf ekkert endilega grúpa á. Ég fer bara hérna í Analyze og Rebuild All Project með mér og það verðist vera 0 error og þannig að ég ætla að prófa að setja þetta í gang hérna, þetta er á Simulation Mode. Ég setja hérna herminn í gang. En ef maður færi upp villu? Þá þarf ég að skoða þetta hjá okkur. Ég ætla bara rétt að skella þessu í gang og slökkva svo upptökunni. Ég sendi þetta niður. Ég er ekki búinn að vista þetta neitt. Sett þetta í gang, segi
ok. Og til þess að hann fari í gang þá þarf ég að gera skjáinn virkan og næsta sem ég geri það er að setja reglinn virkan, setja hann inn og það gerist í rauninni ekki neitt fyrr en ég set inn óskgildi. Set hérna inn, segjum 40 gráður fyrir hitastigið á olíunni. Þegar ég er búinn að setja 40 þá ýti ég á enter. Þá á eitthvað að gerast. Þá hérna kemur lokinn hérna, hann opnar hérna alveg upp í 40% og svo hérna hægir hann á sér og tíminn er 30 og hann byrjar að virka hjá mér núna. Þannig að þetta gengur og þá ætlum ég bara að stoppa upptökuna. Ég er að skoða hérna svolítið breytingu í reglinum þegar við erum með mögnunin á 1. Á einum þá virðist koma einhver pendlun í hann. Ef ég vel hérna óskgildið 40 gráður fyrir olíuna og ég er með mögnunina 1, þá virðist hann sem sagt fara í kringum eða hækka hitastigið aðeins fyrir ofan 40 gráður. Sjáum hér að hann fer upp fyrir 40 gráðar og til þess að laga þetta þá þarf ég að auka mögnunina. Spurning hvort það er bara yfirskot hérna í þessu tilfelli en hann virtist vera í pendlun allavega eftir að ég sett hann í gang fyrst. En það er ekki víst að hann fari í pendlun núna, ég veit ekki. Bara yfirskot hérna smá og síðan getur vel verið að hann jafni sig. Já, það verðist ekki fara í pendlun núna. Ég var reyndar með hérna og þó, getur verið, ég var með hann í 30. Já, þá verðist það eitthvað, það hefur eitthvað með 1 tíma að gera líka. Þá verðist það hérna hoppa eitthvað til hérna. Já, hérna fer hann í þetta. Hann stekkur hérna niður með útmerkið eða verðist vera með eins og raungildið hoppi hérna niður. En ef ég laga þetta þá til dæmis set ég mögnunina í 3, þá virðist það lagast. 3, enter, þá hérna verðist þetta lagast eða hvað. Prófum að breyta þessu bara hérna í, taka það niður í 2, svo aftur upp í 40 og þá ætti þetta að lagast. Já, ég ætla að breyta þessu aftur í 40 gráður.
tekur hann svolítið hærra upp með opnun á lokanum vegna þess að ég er með meiri mögnun. Hann kemur aftur hérna niður og núna virðist hann vinna eðlilega. Ég er nálgast bara raungildið óskildið svo að mér sýnist hann verða bara í lagi.